Við sinnum þeim sem eru að glíma við félagslegan vanda. Við tökum við öllum sem eru heimilislausir, fólk með vímuefnavanda. Við sinnum málefnum flóttamanna og hælisleitenda, barnaverndarmálum, ofbeldismálum, sinnum aðstandendum líka. Ég byrjaði í mars í fyrra til þess að sjá hvernig þetta myndi ganga og þetta var ferskt núna í sessi í janúar. Þannig að núna erum við komin með fasta stöðu og við erum 2 sem erum félagsráðgjafar hérna. Það kom í ljós að þörfin mikil fyrir okkur að ég held og hef heyrt af því þetta eru svona mál sem dutt oft á milli og eins og til dæmis bara barnaverndarmál og ofbeldismál. Það koma vilt beiðni til okkar eða aðri starfsmenn hérna koma og tala við okkur á göngunum. Ef þau eru með flókimál og vantar kannski leiðbeiningar með eitthvað eða varðar félagslega vanda til dæmis eða húsnæði, hvernig sem það er, þá komum til okkar og við reynum að leysa það eftir fremstu megni. Við aðstoðum fólk að fara í meðferðir, við tökum við fólki sem er að glíma andlega vanlíðan af því að það er svolítið andlegt. Ekki þessi líkamlega vinna sem að læknar og hjúkrunarfræðingar eru kannski að sinna hér, þannig að ég held að þeim finnst það gott að við tökum við þeim bolta. Síðan er nýtt verkefni hjá okkur sem að fór á stað í haust sem að sinna þolendum heimilisofbeldis sem leita inn á bráðamóttökuna og við erum svona að færa aðeins út kvíarnar með það. Við ætlum að taka við heimilisofbeldisþolendum á landsvísu. Það kemur beiðni til okkar sem við munum svo fylgja eftir. Meðal annars komum þeim í viðtöl í áfallteyminu, þannig að við erum í samstarfi við áfallteymi með það og við tökum nefnilega við öllum ofbeldismálum sem koma hérna inn og förum og skoðum þau. Ef að þolandi leitar á bráðamóttökuna og við erum í vinnu, þá tökum við viðtal við þolandann, förum svolítið yfir aðstæður, félagslegar aðstæður, öryggi þolandans ef hann snýr aftur heim. Við komum honum í úrræði ef að því ber að skipta. Við veitum honum upplýsingar hvar hann getur leitað sér aðstoðar. Síðan fylgjum við málunum eftir með símtölum. Við sendum beiðni í áfallateymið. Ef við erum ekki á staðnum, þá er bakvakt sem er kölluð út sem mun þá koma og taka viðtal við þolandann. Og við erum með svona 24 tíma glugga af því það er svo mikilvægt að ná þolendum á 24 tímum. Þetta er svona að ná þolendum í atburðinum eða þegar þau koma hingað af því að svo vitum við ekki hvað gerist eftir að þau fara á spítalanum. Hvort að gerendur náu þeim tilbaka eða hafi samband eða reyna einhvern hátt að snúa þeim við. Ég er sammála því að það sé þörf á félagsráðgjöfum hér eins og annars staðar. Við erum bara með allt annað vinkil þegar það kemur að því að vinna með sjúklingum. Við spyrjum annarra spurninga, við leitum annarra leiða, heldur kannski það sem hjúkrunarfræðingar og læknar hafa þekkingu á í varðandi félagslega kerfið. Það er mjög gaman að starfa hérna sem félagsráðgjafi. Þetta er frábær starfsstaður, frábær andi hérna í húsinu. Þrátt fyrir álag að þá einhvern veginn tekst fólki að viðhalda gleðinni í starfi, oftast. Það er ekki alltaf hægt en oftast. Þannig að þetta er mjög gaman að vera hérna. Það er engin dagur eins. Þú veist ekki hvað mætir þín þegar þú kemur inn á morgnana eða kemur á kvöldvakt eða helgar. Mjög misjöfn verkefnin. Þau eru bara eins mörg og sjúklingarnir nánast. Þannig að það er alltaf spennandi að vera hérna.